Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Þetta búið að vera mikill undirbúningur og hörð keppni, bæði úrtaka og Íslandsmót og svo landsmótin hverra landa fyrir sig, þar sem ég hef fylgst með þeim sem að keppa þar og hafa verið í boði. Og það ekki alveg allir með okkur hérna í dag eðli málsins samkvæmt, en ég mun samt sem áður auðvitað kynna þá. En ég ætla bara að byrja og þetta ekki kynnt eftir neinni sérstakri röð, en ég nefni svona leið í hvaða greinum viðkomandi keppir. Og ég ætla bara að byrja á því að kynna Guðmund Björgvinsson. Hann keppir meðan Hrímnir frá Ósi og mun keppa í fjórgangi og tölti. Og Reynir Örn Pálmason, útikoma, hætt að prófa hnakka, átt nakk. Hann keppir á honum Greifa frá Holtsmúla og mun keppa í slagtaumatölti og fimmgangi og skeiðgreinum. Ef að Sigurbjörn Bárðarsson búinn í námisskálinni, þá má hann koma hérna upp líka. Hann keppir á Jarli frá Miðfossum og mun keppa í tölti. Kristín Lárusdóttir, hún mun koma með hann Þokka frá Efstugrund og keppa í tölti og fjórgangi. Þá fáum við Teit Árnason. Hann keppir með hann Tuma frá Borgarhóli og það eru skeiðgreinar. Síðan verða með okkur Styrmir Árnason. Hann keppir á hryssu sem heitir Neysla von Schlossberg og hún setti besta tíma ársins í 100 metra skeiði, allavega eitt besta, ef ekki besta, núna á þýska meistaramótinu, og hann verður með okkur, ekki hérna í dag og keppir í skeiðgreinum með 100 metra skeiði sem aðalgrein. Nú gefa hann gott það. Eyjólfur Þorstinsson, hann mun keppa með Óliver frá Kvistum í fimmgangi, slagtaumatölti og skeiðgreinum, og hann búsettur í Svíþjóð og því ekki hérna, en hann sem sagt 7. liðsmaðurinn sem ég kynni í fullorðinsliðið. Síðan ætla ég að kynna þá viðbótar knapa sem að fylla liðið okkar, sem eru heimsmeistararnir frá því í Berlín, og þar eru það hérna þeir Jóhann Rúnar Skúlason með Garp frá Haugarden sem keppir í tölti og fjórgangi, og tek bara hinn með Bergþór Eggertsson með Lótes frá Aldingor keppir í skeiðgreinum. Það verður ekki breyst. Síðan mér svona svolítið sérstök ánægja að kynna einn knapa í viðbót sem að verður með okkur með varahest og verður á kantinum tiltækur til þess að koma inn í liðið ef að eitthvað skildi koma upp á hjá öðrum hestum. Hann var í liðinu fyrir nokkrum dögum síðan, fór út úr því, en vildi endilega leggja sitt að mörkum að hjálpa til, og hann þannig hugsandi í þessu öllu saman að hann vill liðinu það besta, og hann ætlar að vera á kantinu með topp hest sem að hann búinn að fá lánaðan, og heitir Eldur frá Köldukinn, knappinni Sigurður Sigurðsson. Gjör svo vel, komdu með okkur til. Og ég vil kannski taka það fram að fyrir það sem ekki vita, Eldur fyrrverandi Íslandsmeistari í fjórgangi og gríðarlega öflugur og góður hestur, toppstandi. Þá ætla ég að kynna ungmennin okkar, og ég man alveg hvað þau heita. Þetta bara öryggisráðstöfun að hafa þetta hérna fyrir framan mig. En ég ætla að fá Guðmundu Ellen Sigurðardóttir. Hún keppir á honum 10 frá Skálatjörn og keppir í slagtaumatölti og fjórgangi. Gústaf Ásgeir Hinriksson, hann kemur með Geisla frá Svanavatni, keppir í fimmgangi og
og tölti og skeigreinum. Konráð Axel Gylfason, hann keppir með hryssuna Von frá Sturlureykjum og keppir í skeigreinum. Þá á ég eftir Róbert Bergmann, hann kemur með smið frá Hólum og keppir í tölti og fjórgangi. Og Jóhanna Margrét Snorradóttir, hún mun keppa með hann stimpil frá Vatni í slagtaumatölti og fjórgangi. Til viðbótar þessum ungmennahópi erum við með heimsmeistara síðan í Berlín sem Konráð Valur Sveinsson og hann mun keppa á veru frá Þóroddsstöðum í skeigreinum. Þá ætla ég að renna yfir kynbótarhorsin sem munu taka þátt og í 7 vetra flokki kemur Glóðafeykir frá Halakoti með Daniel Jónsson á baki. Hrissan í þeim flokki heitir Kengóla frá neðri Rauðalæk og það hann Agnar Snorri Stefánsson búsettur í Danmörku sem verður með hana. Í 6 vetra flokki mun fara héðan hesturinn Svaði frá Hólum og knapp á honum verður Árni Björn Pálsson. En Árni komst ekki hérna í dag. Í 6 vetra flokki hryssna mun keppa Garún frá Árbæ og Guðmundur Björgvinsson. Í 5 vetra flokki stóðhesta fer Andvari frá Auðsóttshjáleigu og þar verður knappi einnig Árni Björn Pálsson. Til að spara frekari hótelkostnað þá verður Guðmundur Björgvinsson líka með hana Ríkey frá Flekkudal, 5 vetra. Flokki. Svo langar mig til þess að kynna þann hóp, eða það þjálfarateymi sem fer með mér og okkur og vinnum með okkur í þessu verkefni. Þar eru ekki alveg allir á staðnum en þetta eru svolítið langar ferðir fyrir 2 af þjálfurunum en það eru þeir Þórarinn Eymundsson og Elvar Einarsson sem munu verða okkur til hals og traust í þjálfun. Þeir eru ekki á staðnum en Heimir Gunnarsson hérna og hann mun verða hérna sérlegur aðstoðarmaður og aðalmaður í kringum kynbótarhorsin hjá okkur. Þú mátt bara, þetta skal færa mig bara. Og svo kona mín sem hún Hugrún Jóhannsdóttir, Pétur sagði á fundi áðan, hún ætlar að halda utan alla hluti og hann gleymdi að segja mig líka. Svo ætla ég að fá að bæta örlítið við þetta. Mér langar til þess að fá upp það fólk sem búið að starfa sveitt í undirbúningi að þessu verkefni og enn að og hvergi nærri hægt. Það landsliðsnefndin eða allavega þau sem eru hérna. Það Pétur Péturs, Þórir Örn, Jóna Dís, Haukur Baldvinsson og Finnur Ingólfsson. Mér langar að fá ykkur hérna upp og fá aðeins að klappa fyrir ykkur. Óeigingjarnt starf. Þetta þá fyrir utan þá sem búsettir eru erlendis, fullskipa lið Íslands til að taka þátt í heimsleikunum í Herning. Næst þegar þið takið myndir okkur þá verður lítið hægt að sjá í okkur fyrir verðlaunagripum en ég þakka fyrir mig.